þessi knappamerkjakerfið hefur á eftir að skila svolítið miklu held ég í menntun reiðfólks held ég á Íslandi. Já. Maður farið í gegnum þetta, þau græða greinlega á því. Já. Nákvæmlega. En svona markaðsmálin, Gísli, hafið þið svona fundið fyrir breytingum þar? Já, það var náttúrulega greinilega hægt á sölu núna. En hins vegar að þá erum við ekki rosalega mikið inn í því akkurat núna hvað er. Nei. Svo síðastliðin vetur vorum við bara ekki með eitt einasta hross til sölu. Nei. Þannig að þið vorum ekki með inni neitt frá okkur sem að var stefnt á að selja. Nei. Til þeim tímapunkti. Já. Þannig að það hringdi alltaf fólk öðru hvoru að spurja eftir góðum hestum og svoleiðis og virðist vera markaður fyrir vel tamda góða hesta. En þegar við áttum það ekki til að þá náttúrulega veit maður aldrei hvað var mikil alvara í því sko. En hvernig er þá rekið eins og svona bú? Þið náðu að reka þetta bara mest á talningu og kennslu og... Ja, við hefum ekki verið með neitt stóra árganga sko. Nei. Við vorum með eins og árgangur sem Hnokki er í og hann er núna 8 vetra. Það voru bara 2 hestar. Það var 2 fólöp það árið. Já. Og svo svona fór aðeins að fjölga sko og fyrsti svona kannski aðeins stærri árgangur var núna á 4. hjá okkur. Já. Þannig að þess vegna höfum við ekki verið með svo mikið til sölu. Já. Og fyrst og fremst erum við að taka í tamningu og að sýna og svona fyrir aðra. Og ásóknin alltaf að aukast í það? Finnst ykkur það? Það er verið jafnt og þétt en alltaf mikil aðsókn í það. Þegar nú er náttúrulega kreppa að í því líka í rauninni sko, en auðvitað þarf að temja alltaf, það er alveg. Við hefum ekki fundið fyrir þessa kreppu ennþá í þessu sko, sem þetta fer. Já, alltaf ásókn í að... Mjög mikil aðsókn. Já, nákvæmlega. Ég var að rölda aðeins í gegnum hesthúsi. Gerum það. Það vekur athygli hérna speglarnir. Já. Þetta er náttúrulega hlýtur að vera svakalega gott að geta verið sjálfur svo nógur svona varðandi að fylgjast með hvernig hesturinn lítur út. Já, og maður sjálfur sko. Já. Maður svona tekur sér aðeins í gegnum á milli allavega. Já. Færðu stundu sjokk þegar þú lítur við og nei, rétt úr mér. Já, maður gerir það. Já. Og svo náttúrulega maður fær reiðmennskuna sína á hestin alveg í beinni útsendingu sko. Já. En maður náttúrulega verður að snúa sér til þess að þetta verður voða gott að hafa spegla allan hringinn. Já. En ég held að þetta sé alveg örugglega til bóta. Já. Það getur séð hvort að þegar maður ríður beint af, hvort að hesturinn gengur samspora og náttúrulega í hvernig höfuðburðan er og hvernig hann hreyfir sig og svoleiðis þegar maður ríður fram. Hvað er langt síðan við byggðum þessa reiði? Við byrjuðum að nota hana einlega bara á landsmótunni í fyrra. Þegar landsmótið var þá var fyrsta skiptið sem við gátum farið hérna inn, en þá var ekki gólfið orðið svona. Það var ekki búið að setja upp speglana og battana hérna og ekki vegginn hérna, þannig að það var svona svolítið frumlegt. Við gerum það í fyrra haust. Þannig að þetta er svona fyrsti veturinn sem við höfum geta verið svona í þessu umhverfi og það er búið þægilegt. Já, ég trúi því, mikill munur. Já. Ef að kíkja inn í hesthús. Já. Það er náttúrulega tómlektar núna mitt sumar. Það er bara einn aftur inn í augnablikinu. Já. Hnokki. Hvað erum við mikið að plássum hérna inni? Við erum með 46 stíur. Já. Og eru þið venjulega, 4-5? Já. Að vinna? Já. 4 til 5. Já. Þetta er þetta sem við gerðum fyrst sko, þetta var svínahús og við breyttum þennan helming fyrst í hesthús og vorum þá hinum einn með litla inni aðstöðu þar. Já. Og það breyttum við síðan í hesthús núna. Já, þetta er eitthvað kom. Já. Ég tók eftir því að þið notið svona bara köggla en ekki venjulega spænir. Já. Það er hérna okkur finnst það betra. Já.
Það er alltaf að skráa þurrt. Já, það er alveg, og það er svona frekar auðvelt að halda þessu hreint, þegar að blandast lítið saman við. Þú tökum bara skítinn alltaf 2-3 á dag. Já. Og finnst ykkur þetta að vera hagkvæmara? Svona kostnaðarlega séð, er dýrara? Já, það er það. Já, það er Við notum svona, ég hugsa við notum svona nánast helmingi minna af þessu heldur venjulegum spæni. Já. Og kostunum kannski á þetta er að þetta helst þurrt, sko, þó að það sé ekki. Já, maður þarf ekki endalaust að bæti í spæni ef það hestur mýgur. Já, nákvæmlega. Eftir að það er komin svona púði, sko, þá helst þetta bara svona, alveg. Já. Allan veturinn. Já. Þannig að það heyrist aldrei neitt skvapp. Nei, það heyrist ekki. Nei. Og ef við kíkja inn í þá nýja, það er þá, ég sá að það eru svona hálfgerðar svítur bara. Eru þau bara með svona 1 og 1 hérna? Já. Hérna voru bara merar í þessu húsi í vetur, ein meri í stíu. Já. Opið og bjart og hægilegt fyrir þeirra. Já, mikið pláss fyrir 11 fermetrar þessar hérna megin, 9 fermetrar hérna hinn megin. Já. Þannig að það hefur ekkert væst þær. Nei. Þeim hefur Fór vel þær, held ég. líðið vel. Ég held að þær hafa ekki vitað það samt alveg hvað það fór vel þær. Nei, þær hafa ekki fengið tækifæri til að þakka ykkur fyrir eða. Það voru mest 400 merar sem hefðu ekki vel á húsi áður. Þannig að þeim fannst þetta kannski bara frekar lítið svona. Ég held að mér finnst þetta allavega alveg sjálfsagt að þeir hefðu allavega þetta pláss. Já, þú veist það var verið að þrengja að þeim að annað borða. Já. Það minnsta. Og er það með góðar eyðilegir hérna? Það er nú svona frekar einhæfti við veturinn. Það er mest reiðvegurinn meðfram þjóðveginum. Já. Sumrin er auðvitað endalaust hérna inn í alla dali hérna í kring. Sko. Já. Það veitirnir svona meðfram bara veginum. Já. Já. Og þá lítur að vera munnur að það fengið reyðlum. Já. Já. Og síðan sjáu, getið þið skoða bara horfið hérna inn í Hjaltadalinn eða ekki þeirra? Já, Kópensdal og svona aðeins. Já, maður sé náttúrulega Hjaltadalinn hérna, sko. Já. Þetta er ásinn sem að neðri ás stendur við. Já. Í rauninni erum við í sko minninu á Kolbeinsdalnum. Kolbeinsdalnum liggur hérna beint inn. Sko. Já. Og rekið þið þar trippina? Nei, við rekum í Deildardal sem er bara akkurat hérna hinn með við fjallið. Já. Við erum bara út fyrir fjallið og inn í dalinn. Já. En ykkur líður vel hér? Já, ljómandi. Gott að vera inn í Skagafirðinum. Gott að vera í Skagafirðinum. Já. Þið eru að fara að keppa á Íslandsmóti, eða þú? Já. Þið ekki sáttu mótið bara? Jú, ég held að þetta hefur bara verið frekar gott mót, sko. Já. Og gott að hafa þetta svona nálægt. Já, það er frekar þægilegt. Já. Það er náttúrulega samt. Þetta er svona 35-40 mínútur að keyra, sko. Þannig að það er ekki... Þetta er ekki alveg í hlaðinu? Í hlaðinu, sko. Ótrúlega heppni líka með veður. Það er líklega, sko, þó þetta heiti vindheimamelar, þá er þetta líklega hvergi annars þar á landinu þessa helgi sem það hefur verið svona gott. En það er nú, sko hvort maður á að vera með eitthvað veður af pólitík, en það er nú, þegar sunnlendingar koma hérna norður, að þau alltaf tala um það hvað það hefur verið heppið með veður. Já. Er þetta sérst ekki heppni eða? Ég er ekki alveg viss um það. Nei. Ég heyri þetta mjög oft, sko. Já. Rosalega vorum við heppið með veður núna. Já. En þetta er sérst alltaf svona? Ég held það. Svona eins og sunnlendingar leikni með að þeir koma alltaf í vondu veður, sko. Já. Það hefur nú stundu verið með þessi mótilega. Hefur verið hitt þannig á að það hefur verið kalt, sko, og svona. Einstaklega óheppið með veður á landsmótinu fyrra. Já. Ferlega og líka alltaf Melgerðismelum 98 og Hólum 50 og 66. Já, þið munið vel eftir því. Það er sérstaklega. Ég er ekki það. Alltaf Hólar eru nefndi núna sem einhver mótstaður, þá
gömlu kallarnir hérna segja þá, já, það var nú ekki gott 66 og Nei. tjöldin fuggu. Já, núkvæðlega. Þannig að það er ómögulegu staður. Já, alltaf rót þar. Já, Já, þannig. og það sé nánast alltaf lognar. Já. Nema 2 daga 66. Já. Þannig að þið var alveg til í að fá það þangað aftur. Þú Já. myndir lofa logni. Þú myndir að gera það. Já. Nei, ég myndi ekki lofa logni, en það er úgulega veðra gott. Já, frekar mikla líkur að það sé gott veður þar Já. þessum tíma. Já. Ég ætla ekki að trufla ykkur lengur. Takk bara fyrir að bjóða okkur og skoða þetta. Takk fyrir komuna, kærlega. Takk, gangið vel og ykkur. Takk fyrir komuna.